Ívar og Ella voru að kaupa sér 10 ára gamlan bíl. Fyrsti eigandi keypti hann á 5,5 milljón en þau borguðu ekki nema 550.000 fyrir hann. Eðlilega, því bílar missa verðgildi sitt býsna hratt af augljósum ástæðum. Í rekstri fyrirtækja og stofnana eru afskriftir notaðar til að mæta þessu minnkandi verðgildi tækja, véla og fasteigna. Þá gjaldfærir fyrirtækið árlega ákveðið hlutfall af upprunalegu verðgildi tækisins og til að einfalda málið má segja að grunnhugsunin sé sú að nota hluta af tekjunum sem tækið skapar til að safna í sjóð til að eiga fyrir endurnýjun þegar þar að kemur. Þess vegna eru afskriftir frádráttarbærar frá tekjuskatti. Þær eru kostnaður á móti tekjunum. Skoðum dæmi. Frumkvöðlasetrið Framtíð kaupir 300.000 króna makka til að teikna, reikna og kynna fyrir fjárfestum. Tölvur afskrifast á 3 árum og þess vegna gjaldfærir Framtíðin 100.000 kall á ári á móti tekjunum sem makkinn hjálpar til við að skapa. Tækni orðið yfir þetta er beinlínu afskrift. Eftir 3 ár er makkinn orðinn of hægur og kominn tími á að kaupa nýjan fyrir allar nýju hugmyndirnar.